Góða kvöldi, kæra áhorfendur. Örn Arnarsson heilsar ykkur hér úr Býflugnabúðinni á Vesturgötu. Framundan hjá okkur leikur Ía og Ármanns í fyrstu deild karla í körfubolta. Já, margir úti í bæ hafa verið að veltaði fyrir sér hvort að þetta tímabil sé hreinlega bara búið hjá Skagamönnum, en við förum yfir það á eftir, ég og Fannar Helgason sem ætlar að vera með mér hérna eftir smá stund að þetta alls ekki búið, en við skulum bara henda okkur í að fara í leikmannahópana hérna strax, og hér sjáum við það. Hjá Skagamönnum eru leikmennir Hjörtur Hrafnsson, nr. 2, nr. 3 er Þórður Freyr Jónsson, nr. 5 Frank Gerritsen Frank Gerritsen fyrir ekki, Gabriel Adestek nr. 6, 7 Július Duranona, 8 Tómas Andri Bjartsson, nr. 9 er Jóel Duranona, nr. 10 Lucien Thomas Kristoffis, nr. 13 Jónas Steinarsson, nr. 16 Felix Heiðar Magnason, nr. 18 Ellert Þór Hermundarsson og nr. 24 Jalen David Dupree. Og Nebojša Knežević er þjálfari hjá Ármenningum. Eru hér í kvöld Hjörtur Kristjánsson nr. 1, Kristoffer Már Gíslason nr. 7, Guðjón Hlynur Sigurðarsson nr. 8, Snjólfur Björnsson nr. 10, Halldór Fjalar Helgason nr. 11, Illugi Steingrímsson nr. 12, Gunnar Örn Ómarsson nr. 14, Arnór Hermansson nr. 15, William Thompson, fyrirleikmaður Ía nr. 20 og Austin Magnús Breisi nr. 23. Ólafur Þór Jónsson er þjálfari Ármenninga. Já, staðan í deildinni er þannig, hún lítur ekkert vel út fyrir Skagamenn að við erum í 9. sæti með 16 stig, en Ármenningar eru sæti fyrir ofan en einnig með 16 stig. Þannig að með sigri í kvöld hér þá geta Skagamenn komið sér upp fyrir Ármann, upp í 8. sætið með 18 stig, sem er þá með, það er þá jafnaðir Selfoss og Hrunamennar stigum sem er í 7. og 7. sæti með 18 stig núna. Og Selfyssingar eru með 18 stig, en þar fyrir ofan eru Fjölnismenn með 22, og nú er Fannar að setjast hérna hjá mér og við skulum fá upp smá grafík þar sem að við lögðumst yfir í rauninni þessi leiki sem eftir eru hjá þessum liðum sem að ég er kemur. Velkomin Fannar. Takk fyrir. Við fórum í smá rannsóknarvinnu og fórum að skoða möguleika Skagamanna, því að margir upplifur að tímabilið sé í rauninni búið. Já. En samkvæmt þessari tölfræði þá er þetta í fyrsta lagi ekki búið tölfræðilega, en í rauninni langt í frá. Og í rauninni ekki svo fjarlægur möguleiki þannig séð. Alls ekki. Ég held að fyrstdeildin hafi nú eiginlega aldrei verið eins jöfn og hún er núna. Og hérna rauninni eru við 3 leikjum núna, frá sætinu, 5 leikir í pottinum, og við eigum eftir að spila við flest þessi lið í pakkanum. Akkurat, það er einmitt þarna í töflunni, skáleitruðu liðin eru í rauninni í þessum innbyrðis viðuregnum, og við sjáum að Fjölnismenn eiga bara eftir leik gegn okkur, annars eru þeir að spila reyndar við Þór Akureyri á heimavelli. Þar ger ég ráð fyrir sigri, og þessi spá hérna lengst til hægri er í rauninni bara mitt mat, og þetta er vissulega óskikja þar, en gerur ráð fyrir að Fjölnir tapi fyrir Álftanesi, þeir töpuðu fyrir Álftanesi í gær, að þeir tapi fyrir Sindra úti, þeir vinni Þór heima, tapi fyrir Hamri úti og vonandi fyrir Ía heima. Þá er þetta bara 2 stig, þannig að þeir 24 stig er í rauninni stigafjöldin sem við erum að miða á. Já. En til þess að það náist þá sjáum við að við þurfum 8 stig úr þessum síðustu 4 leikjum. Þannig að í rauninni ég held, við vorum að draga þetta við Nebo hérna fyrir leik, og hérna þetta þarf eiginlega að vera 4 af 5 síðustu leikjunum þyrfti að eiginlega vera pottitir svona til að þetta væri eitthvað séns og sérstaklega, ég held að ef við skoðum þetta bara, því að Fjölnir er liðið sem við erum að eldast við, og miða við það að þeir fái þessi 2 stig móti Þór sem ætti að vera nokkuð örugg, að Fjölnisleikurinn er ekki þessi leikur sem má tapast. Í rauninni verður hann að vinnast sama hvað, til þess að við tökum þá á innbyrðis viðuregnum. Við unnum annan leikinn, þeir unnu hinn leikinn, þannig að með því að vinna síðasta leikinn þá verðum við með innbyrðis. Já, og þetta er áhugavert að mörgu leiti, því að Álftanes sem að núna leiða deildina með 6 stiga fórust á Hamar, sem að gæti reynda breyst í kvöld, en Álftanes gæti verið búin að tryggja sig upp í næstsíðustu umferð þegar Ía mætir þeim. Já, akkurat. Þannig að þar er einn vinkill í viðbót sem að gæti allavega elt bjartsýni okkar. Þannig að þó að við sitjum í 9. sæti með 5 umferðir eftir, þá er þetta ekki svo fjarlægt þegar maður fer raunverulega að skoða þetta. Alls ekki, Og hérna, en það sé bara stig, við erum sjálf þessi jafnir Ármanni,
2 stigum eftir 7. sætinu. Já. Þannig að raunni, eins og segi, þetta hefur sjaldan verið svona rosalega jafnt og spennandi mót raunni. Já. Og síðan líka búin að vera nokkuð þétt barátt á toppnum þó að það hafi aðeins svona dreigist í sundu með Álftanesi, Hamri og Sindra svona í síðustu umferðum. Já. En eins og ég segi, tilgangurinn var að svona vekja pínu von hjá körfubolta fólki á Akranesi og hverju sem líður að þá náttúrulega bara mikilvægt að klára þetta tímabil á góðum nótum. Gríðarlega mikilvægt að klára þetta á sterkum nótum. Já. Og svona mann hefur alltaf fundist vetur að miklu meira búið í liðinu. Við erum búin að vera með ótrúlega óhefnir í mörgum leikjum, missa Jalen út í 2 leikjum móti Selfossi, móti svona liði sem við eigum að matcha vel upp á móti og þannig að við erum alveg svona og við eigum alveg, hefðum alveg geta verið hefnari, getum við sagt. Akkurat. Og það eru ármenningar sem að ná boltanum eftir uppkasti. Ármenningar að koma í þennan leik með 4 töp í röð á bakinu. Og hér Will sem að við könnumst nú við og skorar fyrstu körfuna. Will Thompson hefur verið okkur óbáslega erfiður í leikjanum, ég veit. Já, í fyrirleik þessara liða hér í þessu húsi, þá átti hann stórleik. Stórleik og hann hefur svona verið með svolítið taka á honum Jalen okkar. Já. Það varu Skagamenn í sinni fyrstu sókn. Sjáum að kemur fyrsta skotið, það gengur ekki. Byrjunarliðið Þórður Freyr, Jalen, Lucien, Gabriel og síðan Ellert Þór. Einn af landsmönnunum sem að koma núna inn og svona eru byrjar að stimpla sig inn. Við sáum það hér í síðasta heimaleik gegn Hamri. Algjörlega. Sem alltaf voru ótrúlega sterk úrslit. Raunin það sem að þessi 3 strákar hafa fótið gert að þeir hafa að seinnibilgin hjá okkur miklu sterkari. Þegar við förum að skipta inn á þá eru bara sterkari leikmenn að koma inn á og svona strákar sem eru tilbúnar í bolta. Við erum með mikið af strákar sem eru bara 17 ára. Þannig að við erum í rauninni, liðið miklu jafnara núna. Þannig að þegar við förum að skipta inn þá veikist ekki liðið mikið og við höldum meira damp inn í leikinn. Akkurat. Þannig að þeir hafa komið bara vel út, sérstaklega svona varnarlega, þeir kannski ekki skora mikið að stigum eða eitthvað svona, en þeir halda bara flæðin í liðinu mjög vel þegar komið inn á, þannig að ég er búin að rosalega með það. Já, þetta var búið náttúrulega að vera svona pínu hrærigrautur, við fengum inn náttúrulega Marko hérna í nokkra leiki og svo datt hann út aftur eftir að hann var orðinn stigaðastur í liðinu að meðaltali. Og liðið vann ekkert margar leiki með hann, þetta var unnið 1 leik, fyrsta leikinn hans, síðan var það mikið niður á, þannig að hann svona fungeraði ekki bara vel inn í liðinu og hópnum. Þá verða Skagamenn, Jalen, hreyfing á sókninu núna, Lucien, Jalen komin hérna undir körfuna. Þetta er nákvæmlega sem við viljum gera. Já. Draga Will út, þá er allt opið inn í teig. Kemur Kristoffer með skot, þryggjastega skot, Jalen með sterkt frákast þarna. Já, þetta er það sem að Jalen hefur svona, ég get ekki sagt kannski alveg valdið með vonbrigðum í vetur en mér hefur fundist svona hans styrkleikar ekki alltaf nýtast eins vel og mögulegt væri. Þá kemur þryggjastega karvar frá Breisi. Já. Hann leiðist það ekki. Manni finnst það oft bara eins og hann geti meira. Já. Hann hefur skilað flottum tölum í svona jafnaði en svona maður fær alltaf tilfinninguna að hann geti gert meira. Mikill íþróttamaður og frábært spil hérna, frábær sendingar út hjá honum í þrýstin, en þetta eru skotin sem við verðum að nýta. Þeir hafa verið að fá þessi skot, við höfum verið að fá þessi opnu skot og skotnýtingin, sérstaklega þryggjastega skotnýtingin og hérna á heimavelli hefur verið bara frekar döpur í rauninni í allan vetur og ármenningar halda áfram að skora hér. Þetta ármannslið er alveg svona ótrúlega þeir eru ótrúlega segið, þeir eru fullt af strákar sem eru flottir í körfubolta, geta svona gert ýmislegt og eru alveg ótrúlega erfitt að eiga við og þeir geta komið alveg og verið bara hörkugóðir sem geta líka verið frekar slagið þegar þeir mæti ekki klárið. Já, akkurat. En þetta er lið svona sem manni finnst að við eigum að vinna. Einmitt, en við höfum verið í erfiðleikum með þá nefnilega og ekki bara núna á þessu ári. Getið svörn þarna. Já, þetta var fínt.
Ellert truflaði þarna og hann mættur fremstur hérna og Kristoffer truflar hann og missir boltan í fótinn á sér út af. Það einn leikur við það að ljúkast einu leik að ljúka hérna í fyrstu deildinni í kvöld. Það Þóra Akureyri gegn Hamri og eins og við mátti búast kannski með að við hvernig veturinn hefur spilast að þá Hamarsmenn 101-90 yfir þar. Þóra Akureyri samt ekki meiri munur með að Hamar svona eitt sterkasta lið í deildinni og Þórsliði verir ekki sjálf sér alveg slagt. Já, og það í rauninni, mér finnst þetta búin að tala áður svo sem í vetur að þetta nokkuð stór tíðni finnst mér að lið eins og Þór Akureyri sé bara á leiðinni niður í aðra deild. Já. Það í rauninni alveg lygilegt. Það hrun. Hvað voru þeir í fyrra í Úrvalsdeild? Hvernig var þetta? Voru þið hitti fyrra? Hitti fyrra, er það ekki? Já, hitti fyrra. Þetta er svona svipað eins og við séum að fara að fá KR hérna á næsta ári. Já. Þetta er svona svipað í stærðargráðu, finnst mér hérna. Þetta fall Þórsara sko. Já, þetta er náttúrulega þetta er oft hættan þegar menn fara upp í Úrvalsdeild og ná ekki að sjáðu Vestri laði nú bara félagið niður. Já. Þannig að þetta er svo mikilvægt að vera með sterkan grunn ef þú ætlar að fara upp í Úrvalsdeildina og því að annars getur þetta rauninni bara verið búið. Já, Þórður setur hann að spjaldinu og niður bæti við Þórður búinn að óbústa stöður í síðustu leikjum, spila rauninni lykillinn að þessum sigurleikir hinnu hjá okkur núna undanfarið. Já. Það verður að líða vel í skotunum og hann er ótrúlega uppgangur hjá þessu strák sem að var nú en hásbreytt frá því að fara annað núna í haust. Jú, náttúrulega mörglið að fiska eftir honum. Já, en ég held að hann geti ekki séð eftir því að hafa ákveð að vera alls ekki frábærlega gert hjá Lucien, virkilega erfitt að klára þetta. Ofsalega mikilvægt að fá sterkan leik frá Lucien. Sjáum þetta aftur hérna. Þetta er virkilega vel klárað. Virkilega vel gert hjá honum. En já, Þórður Freyr náttúrulega er búinn að vera í rauninni bara fastamaður í byrjunarliðinu hérna í meistaraflokksliði versus það að mögulega vera að spila yngri flokka leiki og sitja á bekknum sko. Já, akkurat. Þetta er óbúslega mikil fyrir þessu ungu stráka að koma niður í fyrstildina. Þetta er hárrétt skref hjá þessu stráka sem eru á landssamning hjá okkur núna. Koma hérna og vera bara hluta af liði sem vera í hörku leikjum í fyrstildinni. Fá alvöru mínútur og reynslu. Gefið þér miklu meira heldur en að sitja á bekknum í ykkur úrvalsdeildarleik. Já, kemur Arnór hérna hverjum setur hann út á Kristoffer, hittir ekki, tekur eigið frákast. Hann hérna, Jalen gerir vel í að halda hann frá körfunni. Það er akkurat það sem þarf að gera bara. Hann er svakalegu skrokkur hann vil, en hann gerir ekkert mikið þegar hann komið 2-3 metra frá körfunni. Kemur Frank inn á fyrir Lucien. Freysi í þristin. Freysi er ótrúlega góð skotmaður. Þetta er bara strákur sem að þarf að vera alveg ofan í hókina til að stoppa hann. Þórður ætlar að reyna að svara þessu, tekst ekki. Kristoffer með frákastið. Arnór undir á Illuga, klaufið þarna, ná ekki að klára þetta. Vil þarf að hafa fyrir þessu frákastið en enda með hann. Fínt hjá strákunum samt að vinna boltan aftur. 5-4, Gabriel kerir inn að körfunni, skilar þessu niður. Glæsilegt. Gabriel byrjaði tímabili gríðarlega sterkt en hefur svona kannski mistið það einhvern veginn aðeins dampinn. Já, og svona kannski hlutverki líka breytist aðeins. Það er kannski við höfum verið að fá meira kannski út af Jalen í þessum síðustu leikjum og Gabriel kannski hefur verið að sinna þá bara meiri varnarvinnu og frákostum og svona. Hann tók rosalega mikið skotu líka í byrjun tímabils og við settum svolítið mikla áherslu á að hann það var kannski lögð meira áherslu að hann myndi skora. En ég held að mér finnst hann alveg verið að spila fínt sko. Já. En hann er ekki eins kannski gerir eins mikið sóknar en hann gerði, það er alveg rétt. Jalen Dupree fer að velli, fekk villu þarna inn á Jónas Steinarsson kom í staðinn. Stór og mikill strákur, frábær vörn hjá Þórði. Já, fínt þetta.
Þeir eru að reyna að finna Will hérna nálægt körfunni. Sjálfsagt kannski sjá þessi leik á borðið með Jalen út af. Já. Hún reynir á. Þetta er líka svona eins og að fá strákum sem Jónasinn, stóran strák sem að getur svona hjálpa meira til í teiknum. Þetta er það sem okkur vantar rosalega, þannig að getum við gefið Jalen fleiri mínútur og svona. Þannig að þetta munar rosalega mikið að fá svona strák. Já. Það eru 2 aðri leikir í deildinni núna í kvöld. Skallagrímur tekur á móti Hrunamönnu. Það er nú leikur sem skiptir okkur máli. Við aldrei þessu vant, við treystum á Skallagrímsmenn þar. Algjörlega. Og síðan er Sindramenn að taka á móti Selfossi. Hann fer nú hægt af stað stigaskorunin þar eftir 5 mínútur, staðan 5-2 fyrir Selfoss. Það er óvanalegt. Sindramenn var bæta við 2 en Sindraliðið náttúrulega iðulega svona skorar hansi mikið. Já. Sérstaklega heimavelli. En við þurfum ekkert að spá í öðrum leikjum nema við klárum okkar hér heima. Það er algjörlega málið. Það er eina sem við getum gert. Sterkt frákast hjá Will en truflaður hérna upp í körfuna en í annari tilraun. Þetta er það sem Will gerir, óbúslega sterkur kring körfuna. 13-8. Frank og Elert á Jónas. Lið inn á núna hjá Skagamönnum. Frank reynir að finna Jónas gengur ekki. Já, Þórður gerir vel stelubóltanum þarna. Þetta er í rauninni bara Gabriel og Ungvið sem er inn á núna. Þórður leitar að skotinu. Stöðlangar finnur síðan Jónas sterkur. Nei. Já, blind sending út á Þórður. Það vissi alveg hvað hann var. Þórður í flott skot. Þetta er það sem ég vil sjá Þórð gera meira. Hann hefur svo flotta stróki í þessum flóturinn sínum. Ég vil bara sjá hann vera meira aggressívar að ráðast á körfuna og koma sér inn í leikina með þessu. Já, hann er nefnilega líka þá opnar hann líka allt fyrir alla hina snöggur á fyrsta skrefunum hann þarf ekki að sætta sig bara. Þetta er skref, alveg sammála því. Já, Ellert nær frákastinu. Maður svona eins og hann á ekki að sætta sig bara við þriggjastaðarskotin. Alls ekki. Jónas sittuði langaði þarna. Gabriel leggur á stað. Já, vel gert Gabriel. Frábær hreyfing, villa að auki. Svona smúð Evrópu skref hjá honum hana. Já, sjáum þetta aftur hérna. Þetta er svona eiginlega fitta. Já, þetta var bara svolítið handboltalegt, það er alveg rétt. En hann getur jafnað með því að setja þetta víti niður. Þá kemur Snjólfur Björnsson inn á fyrir Kristófer og sömulegis Hjörtur Kristjánsson, nummer 1. Það er eiginlega með þetta Ármannlið, það veikist eiginlega aldrei. Þið skipt inn á, þetta er allt svona strákar sem hafa verið að spila, hafa verið svona góðir yngurflokkaleikmenn, kannski aldrei tekið svona stóra skrefi upp í Úrvalsdeild, en allir alveg hörku spilar. Gabriel setur vítið. Svona allt saman mjög sterkir fyrstdeildarleikmenn. Já. Og eru það ármenningar hér. Breysi. Frank er alveg límtur á hann hérna. Will á Jónas. Það hjálpast okkar. Þeir í sveifluskotið. Þetta er örugt. Já, það þarf að detta niður á hann hérna. Já, erfitt samt hann hérna. Það var á Breysi sem var næstur. Það er svolítið erfitt að detta niður á honum. Pínu frjálsleg sóknir núna. Já, þetta er... Og Gabriel frekur á boltan hérna og þeir leggjast ofan á hann hérna. En það eru ármenningar þá væntanlega sem að eiga boltan. Já, ég myndi þetta. Þetta er ofta ansi hérna, þegar menn henda sér svona í gólfið og veltast hvorum annan sko. Og liggja jafnvel ofan á manninu með boltan. Það er dæmt á að þú myndir kasta þar á bakið á einhverjum sem er standandi. Já. Þetta er ábyggilega dálítið... Það er aðra reglur, gólfinu. Já, það er greinlegt. Já. En þá koma ármenningar. Geta auki fórustuna enn frekar. Snjólfur kemur upp með boltan. Ná, Hjört. Rekin út. Jónas í miklum slagsmálum þarna við Will undir körfunni. Snjólfur. Fær hann aftur hérna.
fer í þristinn, vel stuttur, Þórður með frákastið. Hjörtur djöflast í honum. Frank kemur út, Gabriel vil fá hann undir. Yllu uti varnar. Þórður vil fá hindrunna. Fær hann af frá Jónasi, sjáum þá er velkomin á hann. Þá spurning hvort hann fer ekki bara af stað út í hotni á Ellert. Þristur aðeins og langur. Það var bara ágætið sók, fínt þetta. Frákast. Vel gert Jónas haldur sér lifandi. Já. Vel klárað hjá Frank. En þarna sjáum við líka svolítið það sem er að gerast núna. Fyrir svona nokkrum mánuðum, þá hefðum við núna þegar Jalen og Lucien fara báðir út af, þá hefðum við verið að missa þetta niður í 7-8 stjárnum. Það er það sem að mér finnst vera helsti munurinn á liðinu núna í undanförnum leikjum. Þessi strákar eru svona að halda bara gæðunum aðeins lengur í þegar við förum að rótera. Já. Gabriel út í hotni á Ellert. Og síðan Jónas í þristinn, aðeins og langur. Þetta er svona góð skot sem að taka. Vel gert hjá Gabriel hérna að stökka á Breysi. Will út á Breysi og vill á Gabriel. Vel loka á hann hérna, Austin Breysi hérna. Það er bara 3 stig ef hann er þessu skotið hérna. Já. Ekki verið mikið að villum enn sem komið er í leiknum. Þetta er 3 villur á Skagamenn og 2 á Ármenninga. Skotnýtingin töluvert betri hjá Skagamönnum í þessum leik sem af er 46% í heildina. Sjálfur inn að körfunni, Jalen truflar hann vel hérna. Þetta er Jalen, loka á þetta. Jónas og Jalen Dupree saman inn á, einnig er Július Dúranóna komin inn á. Já, Júli hefur verið að koma flott með flottar innkomur núna í síðustu leikum. Það er mjög flottur mótið Hamri og svolítið aggressiv. Já. Og með villur en... Lucien í þristinn og stuttur. Snjólfur heppinn hérna. Nær ekki að klára. Vel gert þetta hjá Júlla, vinna tilbaka, trufla hann. Það er einmitt það sem ég finnst, hefur fundist með einmitt Július og svo sem bróður hans Jóel líka að varnarlega svona vel þjálfaðir strákar. En 15-15 eftir fyrsta leikluta og það vekur athygli mína hér að, já, samkvæmt statinu okkur fannst mér eins og við værum búin að setja í þrist en það er sennilega ekki, en 0 af 7 í þryggjastega á meðan að Ármenningar eru 3 af 10. Já. En tveggjastega skotnýtingin hins vegar er góð 7 af 9, það er 77% á móti 27 eða 25 hjá Ármenningum. Þetta er samt alveg ógeðslega mikilvægt ef við förum að fá þessi þryggjastagaskotunni. Það er bara alveg krúsjál hjá okkur. Já. Við höfum verið að fá ágætis lúk sko. Þannig að við höfum bara að fá fleiri góð skot frá Þórði og Lucien og svona okkar helstu hestum í því. Já, sjáum hérna helstu svipmyndir úr þessum leikluta en einnig eru Ármenningar að frákasta töluvert meira konur í 17-10 eftir fyrsta leiklutan. Það er svolítið mikill munur á svona stuttum tíma. En það kannski útskýrir líka skotnýtingin inn í teig. Við erum að hitta 7-9, þeir eru að klikka svolítið, þeir hafa verið að ná fleiri skotum bara upp úr sóknarfrákustum. Já. Hvað er vilkomið í sóknarfrákustum, segir það? Það sjá, við getum bara kíkt á það. Það er með 8 frákustan vel í fyrsta leikluta. Já, það er nokkur eftir eigin skot, en sjáum þetta hérna. Svakalegt samt. Já, Will er með 6 stig og 8 frákust, það er 4 sóknarfrákust. Það er rosaleg tala. Hann er með 8 af 18 frákustum. Gaman að sjá hvað hann endar, vonum að þetta sé bara enda ekkert mikið hærra en það. Nei. En Selfyssingar ennþá yfir gegn Sindramönnum fyrir austan, það er 19-13 þar, það er akkurat það sem við viljum ekki sjá. Já. Skallagrímur 26, Hrunamenn 17 og leikslok hjá Þór og Akureyri og Hamri er 100-108. Já. Það er áhugaverð úrslit. Já. En jafnt hér, ekki það að samkvæmt spánu minni hérna áðan að Selfyssingum bjóst ég nú alveg við að myndu nú taka einhver 2 stig en það voru stigin sem ég held til tækja á móti Þór. Já. Akureyri.
En auðvitað í síðustu umferð sigruðu náttúrulega Skagamenn, Selfyssinga á útivelli. Já. Frábælega að spila hérna Lucien, Will kemur út í hann, truflar hann nóg, Jalen með frákastið. Jalen reynir að koma sér inn að körfunni, gengur erfiðlega. Það er einmitt annað sem að ég hef svona, myndi ég segja, gagnrýnt hann fyrir að sko, þegar hann er undir körfunni, að hann virðist vera að reyna að komast hjá snertingum á leiðinu upp. Já. Skilur að hann fer ekki sem sagt, hann er frekar þá að reyna að stökkva í burtu frá mönnum og burtu frá körfunni þá. Já. Að hérna, maður með þennan skrokk ætti ekki að þurfa, það finnst mér. Hann var reyndar í byrjun tímabils, þá var hann svolítið mikið að fá sóknarvillur. Já. Spurning hvort að það hafi líka, já, nú er hann komið með 2 villur, kallinn. Já. Það eru vonda fréttir. Já. Og reynir meira á Jónas, væntanlega, heldur en kannski efni stóðu til. En Halldór Fjalar misnotar fyrra vítið. Síðara einnig, Jónas með frákastið. Og Skagamenn geta komist yfir hérna í fyrsta sinn í leiknum. Frank. Finnur Lucien. Lucien fær hindrunum frá Jónasi þarna. Lucien leggur á stað út á Frank. Frank með opið þriggjastiga skot, ekki niður. Og boltinn upp á spjaldið. En þetta er akkurat skotin sem við þurfum að fá niður. Algjörlega, þetta er bara galopin, góð skot. Þetta eru skot sem við þurfum að hitta. Svona skot á að vera bara 50%. Þetta er svona, færðan kikkað út. Já. Það á að vera alveg lágmark 50% hjá þokkalegum skiptum. Koma hármenningar, Will fær hann undir. Þeir beinta á Jónas Gabrielir til hjálpar, en þetta er virkilega vel klárað hjá Will. Þetta er óbúslega sterkur þarna. Gabriel fer í árásina. Þetta var auðvelt og þægilegt. Þetta getur hann. Algjörlega. Snjólfur, Július með fína vörn á honum. Þarna Frank lét Breysi aðeins fá allt og mikið plás. Þetta er bara gæði sem að hitti svona skotum 70-80%. Já. Frank á Gabriel. Gabriel aftur á Lucien. Lucien fer í árásina út í hotni á Július sem fer í þristin. Setur þetta, hann skilar þessu niður. Sjálfsögðu. Hann er búinn að vera að gera þetta í allan vetur. Hann hefur verið að setja skotið sín sko. Alveg hygglust. Og ekki fallegasta skot í heimi kannski. Nei, hann er alveg ágætis skotmaður. Já, hann er virkilega árangursríkur og hefur verið að nýta í rauninni þessi skot sem við vorum að rökka hérna áðan. Akkurat. Vel gert hjá Halldóri sem að skora sín fyrstu stig. Lucien með smá kærleysi þarna en slapp með það. Lucien og Július aftur. Hítsekk Júla. Hítir ekki. Vantaði aðeins meiri grimt þarna í frákastið. Snjólfur kemur upp með boltan. Kemur honum á Breysi. Frank er í honum. Breysi út á Snjólf. Já, fín vörn. Honum nefnilega líður ekki eins vel í þessu á driplinu. Nei. Mér finnst alveg vörnin hjá okkur vera fín. Við erum alveg svona þokkalega aggressív auðvitað mistaði einhverju en hérna mér var vantar aðeins meira púður svonarlega. Þórður Freyr kominn aftur inn á fyrir Lucien. Þórður á Július á Gabriel. Gabriel, nú vantar hann möguleika. Frank út á Gabriel, fer í þristinn, skilar í niður. Gabriel. Hann hefur sýnt okkur þetta líka margsinnis í vetur. Algjörlega. Og Skagamenn konur yfir í fyrsta skiptið. Tók 13 mínútur, en Breysi að driplinu, beint og hann í ótrúlega skipta þessi drengur. Algjörlega. Þorður, þá Frank og Július í hotninu, aftur upp, heitir ekki. Ekki brjóta þarna Júli,
Július óhræddur við að skjóta. Já, hann að fá galopin skot, múin að setja eitt, þannig að sjálfsagt að taka þessi skot. Það hörku pressa. Hjörtur, Þórður, passa sig. Það eru svona ódýrar villur að þarna á þessum stað á vellinum. Þetta bara styttir leiðin í bónusinn. Skallagrimur 36, Hrunumenn 19, Sindri 15, Selfoss 23. Skallagrimsliðið búið að vera á ansi fínu rönni eins og maður myndi segja. Hvað segirðu? Skallagrimsliðið búið að eiga síðari hluta tímabilsins mjög gott tímabil. Jónas skilar þessu niður. Vel gert þarna hjá Gabriel og Jónasi. Já, Skallarnir hafa verið bara að spila hörku vel svona þegar líða tók á tímabilið. Bættu við erlendur leikmanni sem styrkti á aðeins undir teiknum. Þá var svona púst sem þið vantaði svolítið. En þeir hafa verið, og nú allir að spá þeim bara með eftir sætunum í byrjun tímabils. Fín vörn hjá Jónasi þarna. Já. Skallarnir verða nefnilega skeinuhættir í úrslitakeppninni. Já. Gabriel og Weppin hann rúlaði upp úr, vildi nú fá eitthvað fyrir sinn snúð þarna? Já, ég held að hafa nú kannski ekki alveg haft fyrir sér, en hann veit að betur en ég kannski. Aftur fín vörn hjá Gabriel eins og þar. Já. Þetta verður mjög áhugaverð úrslitakeppni. Hamarsmenn hafa svona, finnst mér verið svolítið aðeins að missa flugið undanfarandi leikjum. Og Skallarnir í fínu formi. Þannig að þetta geti alveg verið mjög áhugavert. Ágætis hugmynd en við vorum ekki alveg á sömu og gefum okkur í augnablik Fannar að í að nái þessu 5. sæti sem að við vorum að tala um á hann að væri möguleiki frábært skot hjá Hirti þá að fá Hamar, það er mjög áhugaverð rimma líka bara ef við skoðum leiki þessara liða í vetur, ekki bara það í að er búið að vinna á tvisvar og síðan fyrir utan hafarið í kringum þennan þriðja leik í Hveragerði. Já, það væri mjög áhugaverð rimma og það er eitthvað sería sem ég geti alveg sé okkur taka. Já. Og þá væri einmitt akkurat mjög áhugaverður úrslitaleikur í fyrstundinni geti endað í að Skallagrim vesturlandslægur. Já, bara eins og hérna síðast. Já, það væri mjög áhugavert áhugavert og gott fyrir budduna held ég. Já, og gott fyrir áhorfið okkur líka. Hjá Skagamönnum er það Anders Gabriel Adisteg sem er stigaðastur með 10 stig, Þórður Freyr með 4, Július Þórður 3, Jónas og Frank með 2 og fleiri. Hjá Ármanni er það Austin Bracey sem er með 11 stig, William með 8 og síðan eru Kristoffer Már og Hjörtur með Sigvald Þristin og Halldór og eflust fleiri með 2. Vorum við ekki að fylgjast með frákastunni hjá Will, hann er komin upp í 10 núna. 10 kallinn. Það var aðeins hægst á því. Já. En það mátti hann alveg við því, þetta er smá slaka. Nei, þetta er bara leikur í jafnvægi. Já. Þessum hvorlið tekið inn eina rispu, náðu einhverjum mun, þannig að þetta er búið að vera jafn í jafn. Já, mesti munur 6 stig sennilega sem að Ármenningar náðu 8-2 ef ég man rétt. Já. En skotnýtingin ennþá ekki nógu góðar. Konni 2 þristar, 1 frá Július og 1 frá Gabriel en í 13 skotum. Það er bara það þarf að vera betra. Algjörlega. Sjönundur Brí komin aftur inn á. Gabriel, fína snúning og Jalen vel staðsettur undir körfunni. Þetta er það sem maður vil sjá. Það var fín hreyfing hjá honum Gabriel líka þarna. Já, sjáum að Jalen er að staðsetja sig vel þarna fyrir innan Kristoffer og þá er þetta bara tapað fyrir Kristoffer. Algjörlega.
Will er utanvallar og Magnús Bresi, þannig að nú kannski þeir hafa nú skorað lungan af stigum Ármenninga. Það verður forvitnilegt að sjá hvort að þetta rönn væri mögulegt núna. Arnór og Snjólfur yfir á Illuga sem missir boltan hann úr höndunum. Kristoffer Frank með fína vörn og Jalen Dupree lemur þetta í burtu, vill að dæmda Frank. Gerir Jalen, hann sér hvað hann er að gera, hann er að bíða eftir blokkinu í stæðan fyrir að vera mættur. þá hefði við ekki þurft að brjóta. Hann hefði bara verið mættur á staðinn, stæðan við langar hann að ná blokkinu, leifur hann að fara í leigupið, en við endum á að brjóta, því að maðurinn bakvið hann veit ekki þá. Já, það er... Þetta er sem ég sé hann gerir þetta svolítið oft í vetur, þá er hann að reyna að ná þessum stóru blokkum og nærði þeim oft og það er mjög skemmtilegt. En ég vil freka sjá að vera mættan hann og ná stoppinu fyrr, þó að það sé ekki flott á statinu og í útsendingunni. Nei, mitt. Jalen fær hann hérna undir, þarna virðist nú vera brotið á hann. Þarna eigum við bara að keyra á það, þegar Will er út af það, eiga ekki að breykja okkur á það. Já. Þetta er Will kallaður til, eða Bresi, þeir eru báðir kallaður til bara strax. Já. Frábær sending, en fín vörn. Gabriel fer á ferðina út í hotnið á Frank sem hann fer í þristinn, setur hann niður. Vel gert hjá Frank. Mikilvægt að fá stig frá þessum strákum. Skæðin konið 3 stöðum yfir. Arnór og Kristoffer Vítiði. Hjörtur fer í árásina. Fínasta vörn hjá Þórði þarna. Já. Og Hjörtur endar opinn út í hotninu, setur hann niður. Þetta er óþolandi. Já. Það er svona í lok skotklukku. Já. Vörðin búin að halda þokkalega, samt voru að koma svolítið mikið inn í miðuna. Það er Frank, Þórður og Jalen fær hann undir. Tvöfald á hann. Það er Ellert fyrir á stað, skilar þessu vel niður með hægri hana. Sjá hvað allt opnast svakalega þegar Will er ekki inn á. Það er bara, miðjan er algjörlega opinn hjá Ármenningum. Og þarna er þegar Jalen fær hann undir að þá dregst vörnin saman. Þarna er nú Ellert. Það þurfum við bara að gera betur. Það er engin hjálpa vörn. Það verður þess að hann er svona með ágætið skotmann. Gabriel að það þarf að mættir þetta kannski. Þarna er, ég hafði ágjör að þetta gæti verið dæmt óþyrftumannsleg villa því að hann er í rauninni fyrir aftanan þegar hann slær. Það hefur þetta var svona eins og Jón Ótti dæmdi automatist villið og tegðir þið aftur fyrir og slóst sko, að sumir líta bara þannig á það ef að sóknarmaðurinn er komið fram fyrir þig að þá sé það automatist en það hefur verið harður dómur. Það hefur verið það. Þetta er það oft í þessum óhörðumarstöðu villum. En hann var vissulega að reyna að leika boltanum sem hann gerði hörkuleikur í gangi hérna, stutt frákastið, Snjólfur þegar fær bara 2 stig í staðinn. Þetta er alveg hellega dýrt. Jalen aftur kominn út af og þá verður áhugavert að sjá einmitt hvort að Ármenningar hugsa eins og við þegar Will er inn á en Jalen ekki. Þórður keyrir inn, sendir hann hérna út, Ellert í þristinn og langur, Jónas í baráttunni, vill að dæmda á Will. Já, vel gert. Þetta er þá allavega önnur villan á Will. Já, þetta er önnur. Þá kemur Magnús Bresi innan fyrir Snjólf. Vonum að Austin Bresi hafi kólnað eitthvað á bekknum. Já, það væri alveg vel þegið. Skallagrísmenn konur í 20 stiga mun núna gegn Hraunamönnum. Selfyssingar ennþá 5 stigum yfir gegn Sindra. Ná, Jónas ekki tilbúinn. Allt í lagi að Will sé þarna. Bresi
Og Jónas til varnar hérna á sveifluskotnum vinstri núna. Gabriel enda með frákastið. Já, fínasta vörn hérna. Jónas fær hann hérna langan. Gabriel fer í árásina og Will. Þetta villa hefði nú haldið. Já, þarna líka. Flott hjá Jónasi, þriðja villan á Will. Þetta er mikilvægt. Mjög mikilvægt fyrir Skagamenn og eins afalstemmt fyrir Ármenninga. Þarna fannst mér í rauninni hann brjóta strax á Gabriel í skotinu. Það virkaði þannig og líka í þessari endursýningu. Sko Will er svona leikmaður sem maður þarf að fara á. Hann er ógeðslega sterkan beis en hann er ekki hraður á fótunum. Þannig að svona gæjar fá mikið af villum, fá yfirleitt mikið af villum í svona deildar sem er svona hraðari bolti og lægri leikmenn. Já. Það er ógeðslega mikilvægt að vera aggressífur á hann. Já, hann er ekki skipt út af hérna þó að sé nú bara mínútu eftir. Þórður fer í Tristin, hittir ekki. Breisi tekur frákasti, kemur á Kristoffer. Eigum Þór svolítið inni sóknarlega, finnst mér. Það er ennþá tvö flott skot hjá honum með eitthvað sluðis. Kristoffer. Fín vörð til Gabriel, mættur á það. Já, og Will með frákast og annað frákast og villa dæmd á Gabriel. Já, og Will á vítalínuna. 34-35. Við megum bara búast við að þetta verði svona jafnt allan leikinn. Já, ég get alveg trúa því. Þetta sé okkar að jöfnlið þannig sé sko. En frekari villuvandræði hjá Will gætu spilað svona stort hlutverk í þessu og munnaði litla við mistum annað frákastu í víti. Lucien Skagamenn að freista þess að jafna allavega hérna fyrir hlé. Þórður, Jónas, Gabriel og sendingin bara aftur fyrir og út af. Tapaði bolti. Eitthvað miskilningur þarna hjá Jónasi og Þórði. Já, samkvæmt tölfræðinni 7. tapaði boltinn. Ég veit nú ekki hvort að það er alveg örugt en við erum með eitt besta startara á landinu. Gerum ráð fyrir því. Þannig að Magnús Breisi galopinn, ofopinn, fær hann aftur og sendir hann út af. Þannig fannst þetta óþægilegt þetta. Já. Og þá er leikhlé. Leikli hjá Nebo, held ég að setja eitthvað upp. Síðasta sóknir væntanlega þá reynaði að nýta klukkuna alveg til hins ítrasta. Munar 2,7 sekúndum á skot og leikklukku. Já. Sindramenn við það að jafna á heimavelli gegn Selfossi sem eru góða fréttir fyrir okkur. Eru góða fréttir. Og flottu leiki hjá Borgnesingum á þetta Hrunabænum. Já, þar er Keith komið með 20 stig. 20 stig, það er rosalega góð leikmaður. Hendar vel ítalið hér. Fyrir hálfleik er lokið þar. Hann er búinn að spila alla 20 mínúturnar, 20 stig, það er stig á mínútu. Já, það er ágætis. Maður sett sjálf við það. Fanta fín skotnýting hjá þeim. Hrunamenn, hérna, maður sé hvað er komið með, hvað er staðan? Hún er 30. Já. 19 af 32 stigum. Já. Hjá Ahmad. Já, James Gilbert. Sem að, já, var það ekki hann sem að fekk bikarúrslitaleikin? Heldur betur maður. Sterkurinn í stjórnunar. Já. Já, það var mjög áhugaverð atburður allt saman. Alveg, já, var það. Rauninni kannski bara gallan regluverki og hérna, já, í reglunum hjá okkur, sko. Já, en ég var aldrei almennilega með þá hreinu. Voru Hrunamenn ekki búin að spila leik í bikarnum sjálfur og hann þá þar með? Jú, ég heldur hafi verið búin að spila bikarleik. Já. Og ég held að þú megir spila bikarleik við tveim liðum, sko. Já,
það er þá ólíkt í rauninni allan að fótboltanum allan að því að vera í fútbolmanager já, Cuptide ég meina það gerist nú bara núna í bikarúrslitunum í deildabikarúrslitunum út í Englandi að markmaður Newcastle mátti ekki spila því að hann hafi verið í láni hjá Manchester United. Akkurat. En nýta klukkuna vel, Lucien og Jalen ætla að gera eitthvað saman hérna tveir. Will kemur í hjálpina, Lucien fer inn að körfunni en tapar boltanum og þeir hafa ágætist tíma hérna til þess að Gabriel með frábæra vörn en Will hirðir hann upp og setur hann onni. Þarna hefði hinir þetta verið að koma tilbaka fyrr. Já. Gabriel gerði mjög vel að vinna tilbaka. Algjörlega rétt og en við kannski rétt áður en að við förum hérna í pásuna þá væri kannski gott að bara fara yfir stiga hæstu menn. Gabriel Ladistegger ennþá stigahæstur Skagamari með 10 stig, Jalen Dupree með 6, Frank með 5, Þórður Freyr 4 og eins og þú sagðir, eigum hann inni svolítið mikið sóknarlega Julius Duronona með 3 hjá Ármenningum. Lucien ekki komið með stig, 2 stig. Hann komið með 2 stig að ég held. Lucien var held ég, það nefnum mér með hita, hann nú eitthvað slappukallinn. Já, hjá Ármenningum það Austin Bracey sem með 11 stig, William með 11 einnig, Hjörtur 6, Kristófer Már 5 og Snjólfur 3 og William komin í 12 frákasta hæstur Skagamanna, hins vegar Jónas og Jalen með 5. Ef þú bara gerir upp fyrir mig Fannar þennan fyrir hálfleik svona hvað og kannski við hverjum hefur búast í síðari? Það góð spurning. Mér finnst svona þessi leikur bara verið jafn þannig sé hvorugt lið að sýna eitthvað brjálu gæði sóknarlega og bara jafn leikur. Þetta er eiginlega anyone's game sko eins og maður segir sko. Ég finnst svona hvorugt lið hefur náð áhlaupi. Þetta hefur verið bara svona 2-4 stig allan leikinn. Og skipst á að hafa fórustuna, þetta er bara spurning hvort lið verður þá ofan á þeirra leiktíminn líður. Algjörlega, sín spurning hvað gerist hérna á leik ef að, þú veist, til að mynda mér finnst við kannski eiga meir inni hjá allan okkar svona lykilhestum heldur en kannski Ármenningar. Þeir hafa verið að fá góða leik frá Will og Austin. Þannig að mér svona kannski við eiga meira inni, ég er að vona það. Já. Og vonandi ná við áhlaupi í þetta leik, sérstaklega ef að Will fær hennar villu í bót og hann komin í og getur hann líka beitt sér varnarlega og breytir ógeðslega miklu að vera með 3 villur í hálfleik, stórmaður að spila mikið mínútum. Algjörlega. En við ætlum að taka okkur pásu hérna og komum aftur með síðara hálfleikin hérna í leik IA og Ármanns í fyrstu deild karla í körfubolta eftir 12 mínútur og 38 sekúndur. Ekki fara langt.
Já, velkomin aftur á skjánum, áhorfendur góðir. Örn Arnarsson og Fannar Freyr Helgason heilsa ykkur hérna frá Vesturgötunni. Já, við viljum fara að sjá eitthvað svona áhlaup. Já, heimamönnum, eða ekki? Algjörlega, og ég held að við fáum að sjá það núna, vonum það allana. Já, við fórum aðeins yfir það hérna í hálfleiknum að þessi spá innan gæsalappa sem við vorum að velta fyrir okkur hérna fyrir leik, að þar miðum við náttúrulega bara við, hún er eins útópísk og getur hugsast í rauninni, það má kannski taka það skýrt fram, sjálflæg og tilgangurum var auðvitað að vekja von, en þar til dæmis kemur fram að Selfoss sem eru að vinna Sindra hérna í hálfleik fyrir austan, að ef að þeir fá 4 stig úr þessum síðustu leikjum og þá eru þeir líka með 24 stig og eru þá fyrir ofan í á innbyrðisviðrignu, þannig að það er svo margt. Þetta er í rauninni ótrúlega margt að gangu. Já, en það er ekki ómögulegt. Nei, en hvernig sem svo fer að þá vil maður náttúrulega sjá bara kraftmikinn endi á tímabilinu til þess að taka með sér inn í næsta tímabil. Algjörlega, bara enda þetta tímabil á sterkum nótum, það er bara sem við viljum. Og mér sýnist að vera bara byrjunarliðin sem að hefja leik hér í síðari hálfleik. Ármenningar náðu að skora síðustu 4 stig inn í fyrir hálfleiknum og leiða með 4 stigum 38-34, ekki mikið skora þannig séð, svona kannski bara á nokkuð deginn á pari liðana. Já. Og Breysi allt of opinn hérna strax í upphæði. Þetta eru bara peningar hjá hún Breysi hérna. Enda Nebo fórnar höndum á bekknum. Þarna var vantaði einhver talanda í vörnina. Þetta var full einfalt. Já. Og munurinn á 7 stig, Jalen vil til varna. Nú þarf hann bara að fara að ræða árásin á hann og fá á hann villu. Hann er ekki að skila þessu niður en Ellert með gott frákast. Gabriel inn að körfunni, spjaldið. Will slæra hann á Breysi. Og skerrið eða hvað, nei, vill að dæmta á Ellert og hann klárar þetta frábærlega. Þetta fengum við 2 fínar tilraunir til að skora og förum yfir og fáum 3 og 2 og 1 á okkur. Já, Illugi kláraði þetta vel og munurinn bara beint upp í 9 stig. Þetta er áhlaupið sem við vorum að bíða eftir að kemi þá ekki Ármannsmegin. Já, við fáum ekki allt sem við viljum, það er vist nokkuð ljóst. Og Illugi klikkar á vítunni en Kristófer nær frákastinu hann af Gabriel. Ég væri ekki við náum, það er innkast sem að þarna vitist nú Arnór verið alveg með það á reynu að Ía ætti innkastið, en mér fannst það nú fara í... Mér finnst það nú að vera flestir, menn sé að dómarinn heldur sér ekki alveg viss. Nei. Arnór Hermansson, nú getur þú kannski svara með því, þetta er bróður Martins. Þetta er bróður Martins, já, þannig eru ákaflega líkir á velli. Já, fínt spilarinn Arnór spilaði með Breiðablik í hérna Östudeild nokkur ár. Hann er svona einn af þessum ármenningum sem að eru bara hörku fínir spilarar. Arnór með kistluna inn að körfunni, nær honum aftur hérna og hvernig endar þetta? Þeir ná ekki í boltan eða hvað, villa dæmd á Lucien. Þetta finnst mér mjög skrítin villa. Nebo fær aðvörun. Ég finnst þetta skrítin dómgæsla hérna, en þetta var svona nokkurn veginn það sem ég var að velta fyrir mér hérna áðan þegar þeir lágu, en þá var engin villa dæmd þó að þeir lægi þarna 2 ármenningar Rona og Gabriel. Þannig er hann Lucien svona kannski fyrir ofan hann svolítið að svona tegja sig. Frábær vörn hjá Lucien og villa. Nei. Jú, villa dæmd á. Það var villan dæmd á Illuga. Já. Fyrir hindrun hann vel gert hjá Lucien. Nebo vil fá ásettingsvillu. Ég er nú ekki alveg, sé ekki alveg hvernig það ætlar að fara fram á það. Nei. En við þurfum að fara að fá stig hérna. Já. Lucien. Og gengur illa að opna á hérna núna. Lucien yfir á Þórð. Þórður inn á Jalen. Út í hotni á
og hann stígur út af Ellert en hér setur skotið eins og Við erum búin að vera svolítið klaufar síðustu myndunar. Já. Spennustíð of háttið og lágt? Mér fannst við bara að vera svolítið soft í sóknina þetta. Við vorum að setja léleg skrín, rúlla hægt. Þannig að þetta var svona, við vorum ekki að opna neitt með þessum aðgerðum sem við vorum að fara í. Gítið við fyrir árásuna á Lucien. Góð vörn hjá hann. Það er klára hjá hann millega. Þetta var í andlina á allan tíman. En munurinn á 11 stig hérna á fyrstu 2 mínútonum kemur ekki á óvart að Nebojsa tæki bara leikli ef að Skagamenn skora ekki núna og Ármenningar skora svo strax í kjölfarið. Gabriel í þristinn setur hann niður. Mjög stór. Já, skapi í honum. Öskra sína menn áfram. Það er ekki bara 100% nýting hjá Gabriel í þristónum. Arnór. Og boltinn í einhvern fót þarna. Já, við held að þetta sér eftir hjá honum. Já. Kristoffer út á Ítluga, hann í þristinn, dansar upp úr en Will með frákastið. Jalen! Jalen hérna. Notum þetta til að fá momentið með okkur. Já, við fáum allavega eina svona í hverjum leik. Gabriel fyrir á breysi, vel klárað. Vel gert Gabriel. Getur klárað með hægri og vinstri, alveg jafnt í runni upp í körfuna. Algjörlega, þetta er kannski ástæðan fyrir að Austin Breysi er ekki að spila heldur í eftir deild, er að hann hefur nú svona þótt ekkert frábær varnarlega. En af hverju er hann galopinn hérna? Já, frábær vörn hjá Adesteg, Gabriel og frábær sending og frábærlega klárað. Glæsilega gert hjá Skagamönnum. Kemur áhlaupi bara í staðinn og munurinn orðinn svo sami og var í hálfleik. Frábær vörn aftur hjá Adesteg, það er ekki brjóta til en Arnó skref þarna, hefði ég dæmt. Þórður með fína vörn. Snöggur á fyrsta skrifinu, það er eitthvað ættgengt væntanlega. Já, það er fín vörn hjá Skagamönnum núna, það er svona allt annar kraftur í liðinu núna. Selen upp að körfunni, skilar í niður, frábært áhlaup og þá er leikli Ármenninga hins vegar núna. Flottar síðustu mínútur í Skagamönnum. Virkilega vel gert að koma tilbaka því að þessi byrjun á síðari hálfleik var bara mjög erfið. Algjörlega allt annað power núna síðustu mínúturnar. Já, ég vil meina mér finnst að þarna vera maðurinn sem dróð á í gang var Gabriel Adesteg. Algjörlega, hann setti tóninn og svona setti stórskot og spilaði hörkuvörn. Og hann er núna með 17 stig, búinn að skora 7. Frábær. 7 hérna á þessum fyrstu 3,5 mínútu í síðari hálfleik. Og við eigum ennþá eitthvað inni. Þórður Freyr sérstaklega, við köllum eftir því núna, en virkilega góður sprettur. Halda þessum krafti varnarlega áfram. Við erum að fá líka hraðaflöpu núna, það er eitthvað sem við vorum ekkert að fá í fyrri hálfleik. Akkurat, við vorum með, það er komið 9 hraðaflöps stig núna hjá Skagamönnum. Ég man nú ekki hvað þau voru í fyrri hálfleiknum. Á móti 4 hjá Ármenningum, þannig að eins hefur við Skagaliðið verið dugleira við að skora eftir tapaða bolta hjá Ármenningum heldur en öfugt. Þeirra stig hafa eins og miklu fleiri komið sem sagt í þessum second annari tilraun, annari þriði tilraun jafnvel í sókn. Hjálpiði núna á hann. Will finnur Kristoffer, skilar þessu niður. Mikilvægt fyrir Ármenninga að fá þessi stig. Vel gert hjá Kristoffer hérna, komið sér í opið svæði. Lucien á Þórð og hann á Jalen. Will til varnar, Jalen fer á stað og skilar þessu niður. Þannig að sjáum við að Willi er að passa sig. Algjörlega. Alveg, hann er að passa sig að fá ekki villu, þá er keir á hann.
Kristoffer á Will Illugi inn að körfunni, Lucian gerir vel en frábærlega klárað þarna í litlu jafnvægi. Já, við klára hjá hann. Ellert á Gabriel út á Jalen, hann langar í þristin líka, hittir ekki, við höfum séð hann setja þessi skot. Will, nú eru Jalen að passa sig líka og ekki hvort hann var að reyna að fiska rauninga, hvort hann hefði mistið jafnvægið. Þetta var bara ábúðslega mjög mikið hjá honum. Hann var búinn að ákveða þetta sko Gabriel, á miðjunni. Já. Gabriel jafnar metin hér. Arnór. Á Illuga, fær hann aftur. Já, halda pressin á honum. Arnór vill fá hindrunna hana frá Will. Fær hana. Í hotni á Illuga, hann galopinn, hittur ekki, en Kristoffer gríðarlega grimmur í sóknarfrákvæmstunum. Alveg, Kristoffer ógeðslega duglegur leikmaður. Var hann ekki í skallagrim? Ég held að það sé rétt hjá þér. Já, hann var í skallagrim, góð skopmaður, svona göslari. Þetta er alveg ekta svona leikmaður til að hafa í liðinu sínu. Og það nú vantar endar síðustu körfu ármenninga á töfluna hérna í húsinu. Staðan hjá okkur er rétt, það er 51-47. Frank kominn inn á og Júlíus Dúran núna. Að halda flæðinu, Gabriel gerir þetta frábærlega, hann er á eldi í kvöld. Já, Gabriel aggressífur. Já, fínt þetta. Þórðurinn á Jalen, grípur ekki boltan, Will fer á stað. Sko dýrt svona klaufaskapur. Illugi inn að körfunni, frábærlega kláraði honum. Þetta er óbúðslega dýrkeypt svona klaufamistök. Frank á Þórður með plás af spjaldinu, þetta var vel skakt. Arnór gerði vel að koma út í hann. Þeir hafa góða gætur og Þórður, maður sér það, þeir eru ekkert að gefa honum skot fyrir utan. Gabriel með frákast þarna eftir skot frá Kristoffer. Þórður er ná að skipta þarna Jalen aftur í þristinn, of langur aftur. Kristoffer sterkur í frákastinu. Fer á stað, Gabriel, lokar vel á hann. Þá er tvöfaldskipting hjá ármenningum og Þórður Freyr fer út af fyrir Lucian. Snjólfur og Hjörtur koma inn á fyrir Kristoffer og Arnór hjá ármanni. Staðan 55-55 á Höfn. Sindramenn komnir búin að jafna, Selfyssingar reyndar eru greinilega á vítalínunni og eru að auka munin aftur í 1 stig. Skallagrímur heldur sínu 20 stiga fórskoti á Hrunamenn. Illugi, frábær vörn hjá Andesteg. Frank, ármenningar snöggið tilbaka, Frank fær hann aftur hérna og Gabriel, hann fer í árásuna út á Frank. Frank leitar á opnun hér, finnur Lucian síðan í þristinn og það er stokkið inn í hann, þrjúvíti. Hann fór í skjöldi. Nei, hann fór í þetta var sætt hansi skemmtilegt. Hann fór af sjáum þennan skoppar þarna upp á spjaldið og í uppistöðunar þarna. Það hefði verið skemmtilegt. Þetta er ekki að telja. En Lucian getur komið skagamönnum yfir hér. Nei, hann getur ekki komið yfir. Ég er alltaf að horfa á leikklukkuna, hún er ekki rétt. Tölfræðin og skjáskiltið okkar segja sanna sögu. Þannig er 53-49. En fyrsta vítið ekki á ný. Lucian annar vítið hins vegar ratar rétta leið. Og síðasta einnig
Tveggja stiga munur. Og það kemur Illugi út af, búin að vera fínn hérna í síðara hálfleiknum. Já, Illugi búin að vera öflugur. Halldór kemur inn á. Tæp sending hann á hirti en Frank elti Breysi alveg eins og í vörn hjá Breysi inn að körfunni, það virkilega vel gert hjá honum. Og síðan þá Jalen ákveður að taka ekki þetta skot þarna, hann er misnútt á 2. Það er bara kæruleysislega sendingar hjá. Frank nær boltanum, 7 sekúndur á klukkunni núna. Gabriel fer í árásina, erfitt skot, það er bara allt niður hjá honum í kvöld. Þvílík frammistaða hérna í síðara hálfleik. Og Júlíus Duranona brýtur af sér. Nú velti ég fyrir mér sko, ja, nú er leikklukkan orðin rétt. Já. 55-53. Skagamenn alltaf samt að elda. Já. Ármenningar eru bara ótrúlega segir, bara svona að klára mér í kringum körfuna og koma sér á hringinn. Snjólfur kemst inn að körfunni, Júlíus Duranona með frábæra vörn. Þarna langaði, maður sá að Jalen ætlaði að fara að verja þetta, sjáum þetta hérna, en hann þurfti þess ekkert. Það var bara Júlíus sem sáum það. Frábærlega gert. Aftur þarna hefði ég viljað sjá hann Jalen vera mættan bara fyrr. Búin að loka á þessa leið. Þetta er svo hættulegt, síðan ertu bara aðeins fippast aðeins og þá ertu bara búin að brjóta eða þá hann nær bara að koma og klára körfuna. Gabriel, hann lætur plata sig upp í loftið. En það er nefnilega annað sem að þú veist, vinst með þegar þú nærð að loka þessari leið, þá ertu alltaf í möguleika á að líka taka rauðning. Já, algjörlega. Man eftir því að Terence Watson sem var hérna einu sinni leikmaður og þjálfari, hann einmitt lagði mjög mikið upp úr þessu. Akkurat þessum fítus að loka hlaupaleiðinni og taka rauðningin. Já, algjörlega. Það er eitthvað sem að hefur vantað. Skagamenn hann er þá að fara held ég. Já. Ég held að Skagamenn boltinn fer af Gabriel þarna. Kannski verður hann að fara að Kristoffer. En þá eru Skagamenn að rembast við að jafna hér. Það er 1,5 mínúta rétt rúm eftir af þriðja leikluta. Lucien Jónas kominn inn á fyrir Jalen, Franki Tristin, galopinn, þetta verður að fara niður. Jónas með frábært frákast. Velkomin út af að hvíla sig fyrir loka leiklutan. Já. Og Jalen líka. Skjálfur. Júlíus til varnar. Breysi í erfitt skot hérna af driblinu. Lucien kemur upp boltan. Skagamenn getur komist yfir. Frank fyrir Tristin. Skakkur, vel skakkur. Svolítið fljótt skot hjá Frank og enginn kominn í frákastið. Breysi að fara inn að körfunni. Góð vörn þarna. Snjólfur í Tristin. Hörkuskotmaður líka. Góður leikmaður af Snjólfur. Það er raunin ekki margir í Ármannsliðinu sem að eiga ekki verið að taka þessi skot. Alls ekki. Það er bara ótrúlega jafnt lið af bara svona fínum leikmönnum. Lucien fyrir í árásina, engin villadæmt. Ég vilja sjá villa hana en villadæmt á. Þetta finnst mér nú ansi alveg glórulaus dómur. Hann er búinn að vinna sig fram fyrir hann. Það er fullt af leikmönnum fyrir framann. Sjáum við aftur hérna. Þetta, ég ætla að segja, já, ég er sammála þér í að vera ósammála þessum dómi. Þetta alveg glórulaus dómur. Hann er að vissulega fara inn í hann og kannski lítur út fyrir að sé að reyna að brjóta. Það hefur verið að taka á þessu, þannig að þetta kann alveg að vera rétt sko, en mér finnst þetta óbúslega hart. En eins og Gabriel var nú að reyna að benda á, hann stendur kemur með hendurnar uppi, hann er ekki að slá. Hann er að fara í hlaupaleiðina vissulega. En já, þetta er ekki gott, 2 víti og boltinn. Þetta getur verið mjög dýrt. Síðan sekundunum. Snjólfur skila vítunum niður.
Eigur munn í 5 stig. Nebósja ekki tæknivilla á. Nebósja hefur ekki tæknivillu líka. Já, eða hvað? Já. Já. Það er eitt skot í viðbót, þetta er alveg frábært. Já, það vill til að þeir fá bara boltan einu sinni aftur. Það er ekki tvöfalt þannig. En þetta er líka dýrt. Og Breysi sjálfsög setur víti niður og munurinn orðin 6 stig. Hérna, þriði leiklutin hefur verið svolítið leikluti þessara áhlaupa. Fyrst kom áhlaup frá Ármanni, svo frá IA og svo núna aftur ármenningar hérna í blá lokin. Mikilvægt að ármenningar skori ekki núna. Mjög svo, Skagamenn eiga að byrja fjórða leiklutan. Kristófer í þristin, hittir ekki. Frank með frákast eða hvað. Frábær vörn hjá Lucien. Hjörtur ætlaði að fara hann upp í skotið. Við vissum náttúrulega ekki hvað var mikið eftir. Hafði aðeins meiri tíma hann, 3:30 á klukkunni. Já. Selfissingar aftur komnir í 8 stigum yfir ekki Sindra. Það er einhver lýgilegu leikur hjá þeim hann fyrir austan. Kristófer Hjörtur nær þessu fyrir flautuna en hittir ekki. 6 stiga munur hérna fyrir fjórða leiklutan og ofsalega vondur endir á leiklutanum. 3 af þessum stigum einmitt eru ójöfnumarsleg villa og tæknivilla. Það er dýrt og getur reynst mjög dýrt. Já. En Gabriel Adestek búinn að vera frábær í þessum þriðja leikluta. Bara okkur á herðum sér eiginlega í þessu þriðleikluta. Það verður eiginlega bara að segja þess að svo er. Já, með 13 stig í leiklutanum, komið með 23 stig, stigaðastur allra leikmanna. Jalen Dupree með 10 og Frank með 5. Okkur vantar framlag frá fleirum. Það er bara algjörlega til þess að, þetta Skagaleg vinni leiki á móti þessum liðum í kringum okkur, þá bara verður við að fá leik frá allavega 3-4 leikmönnum. Austin Breysi er stigahæstur hjá Ármanni með 17 stig, Will með 13. Will bætti nú bara, held ég hvað, 2 frákastum í þessum leikluta, kom með 14, Jalen Dupree frákastahæstur hjá Skagamann. Það er bara afbragðsdagsverk að enda með 14 frákast. Kom með 2-2 skotnýtingin en þá frekar döpur hjá Skagamönnum í 3 stiga skotunum 18%, 4 í 22 sem er bara alls ekki nóg gott á móti 33% hjá ármenningum. En Hannibal Hauksson hérna sem að þú kannast nú vel við hérna úr settir hjá okkur og reyndar víðar. Að hann hefur gert að umtalsefni hvað hann finnst Skagaliðið fá víti og yfirleitt færri víti heldur en andstæðingarnir. Og það er akkurat þannig í dag að Skagamenn eru búin að fara 6 sinnum fengið 6 vítaskot á móti 12 hjá Ármanni og það er einmitt það munar það sem mann hefur fundist að sko þegar að Skagamenn er að keyra inn á körfunu og það eru snertingar og þá annarkvort er þeir ekki að fá villunar eða það verður ekki nógu grimmir að sækja snertingarnar. Það er líka það. Ég held að það sé nú freka það að við séum ekki að fara þá nógu sterkt á körfuna. Jalen og Will ennþá utanvallar hérna. Frank leitar að Jónasi hérna, hann með snjólf á sér. Jónas í vel gert hjá Jónasi hérna. Virkilega vel gert. Náðu hérna smá mismatch eins og ég veit ekki hvað það er kallað á íslensku en gerir þetta virkilega vel. Minka munn í 4 stig, getur bætt við einu í viðbót hér. Ármenningar unnu þriðja leikluta með 2 stigum, 23-21. Snjólfur og villa dæmt á Gabriel. Hvað er þessi á Gabriel? Þetta er 4. villan á Gabriel Adestek. Það er mjög dýrt. Við sjáum það leið og Jalen fer inn á og þá stekkur Will á fætur. Já. Kemur inn á fyrir Kristófer en já, þetta er dýrt. Og þetta var ansi svona soft villa.
Já, bara þeir eru bara að gera vel ármennið að keyra grimmt á körfuna og bara ná honum hann afturlega búinum. Stundu sem að væri til í að fá bara hagnaðarreglu í körfuboltanum aðeins meira af því að það var ekkert stopp á leiknum. Já. Hefði verið alveg hæglega hægt að sleppa þessu til að fá bara flæði í leikinn. Jónas inn á Will næra verja skoti Jalen út á Lucien. Julius fer í árásina út á Jalen. Nú virtist Julius vera með skot. Lucien inn að körfunni, frábærlega klárað með vinstri af spjaldinu. Sá Will kom á móti sér hérna, Snjólfur inn að körfunni, Will skilar þessu niður, þetta er of einfalt. Þetta er of einfalt, þeir eru að ná að opna okkur svo svakalega, keyra körfuna, þeir geta opnað okkur alveg að vild. Lucien í tveggjastiga skotið, allar hann að reyna að taka við að Gabriel hérna keflinu. Gekk ekki að þessu sinni. Snjólfur fram hjá Júliusi og Jónas stendur. Þetta er ég bara ekki sammála. Nei, kannski getum við fengið að sjá þetta aftur. Þetta er bara ekki rétt að dómarum. Sjáum stöðuna á Jónasi, þarna hvar hann stendur einnig, hann er fyrir utan bogan. Þetta er alveg gjörsamlega galin villa. Já, ég held að... Það bara að Jónas gerði allt rétt þarna, akkurat það sem við talum, vera mættur á staðinn, standa beinn. Þetta er bara ekki rétt í dómarunum, því miður. Nei, þeir gera mistök eins og aðrir. Það er víst. Þetta er ekki öfundsvert starf á köflum. En ármenningar að halda í þessa forystu hérna og enn einu sinni nátt sókna frákasti eftir vítaskot. Já, þessi reynda skoppaði furðulega hérna frá körfunni en við erum samt ekki að stíga bara út, við erum að fara bara á körfunni. Galopin og það er leiklið hjá Nebojsa. Þetta eru bara ofgóði skotmenn til þess að það er ekki bara Breysi sem að þarf að liggja í við þriggjastellina. Þetta er bara típist klaufaskapur og skafan og það, missa frákasti og þeir eru bara að refsa fyrir mistökinn. Munur hún 8 stig, þeir byrja fjórðuleiklutan eins og þeir byrjuðu þann þriðja. Nú er vonandi að Nebojsa ná aðeins að hrista sína menn aftur í gang. Þetta er bara að nota sömu ræðinu og hann gerði. Það reynda tók ekkert leiklið á hann til þess að snúa þessu við. En þarna er þetta bara spurning að vilja vinna leikinn. Að þessi sóknarfætt, þessi litlu atriði er að detta með þeim. Það er eini sem við sýnt svona alvöru aggression í þessum leik hjá Skagamönnum er Gabriel. Algjörlega rétt. Sérstaklega þarna Rispu í þriðjuleikluta. Mér finnst við vera bara allt og flatir. Vantar að vilja klára þennan leik og vilja vinna þennan leik. Já, Ármenningar er miklu meira samstæði hjá þeim í því, vera svona aggressífur á boltan og fara sterkt á körfuna og svona. Algjörlega. Við erum með 4 stig frá Þórði Frey sem er minna heldur en við höfum verið að sjá undanfarið. Hann hefur verið í kringum 20 stig í síðustu leikjum. Við erum með 6 frá Lucien og einungis eina stóðsendingu hjá manninu sem er að stjórna sókninni. Þetta á 20 mínútum, 20,5 mínútur. Við þurfum meira. Algjörlega. Og þessum áttum, það er alveg nokkuð ljóst. Lucien og Jalen Dupree, William til varnar. Jalen fer á stað, en William er að stoppa hann. Jalen, þarna eru menn konir út fyrir þægindaramman svolítið hressilega. Eiginlega mjög langt út fyrir hann. Þarna var hann bara að byrja að taka fyrsta skrefið á hann, ekki vera einhverju dribbli og draga hann út eitthvað svona kjaftaði. Bara fara sterkt á hann strax, þá færðu vill á hann. Nebojsa er að greinlega vanda sig við það að tala af skynsemi við dómarana en hann vildi að meina að Will hefði í rauninni blokkerað hlaupaleiðina hjá Jalen þegar hann fór á stað fyrst. Já. Og ég held að hann hafi tölur til sín máls þar. Þórður, Will til varnar, Lucien inn á Jalen þarf að fara sterkt upp. Jónas nær ekki að grípa boltan, aðeins komið fram úr sér þarna.
Snjólfur með langan bolta fram, frábær vörn hjá Lúsien og þetta er síðasta snerting. Nei. Þetta er síðasta snerting á Hirti. Sjáum þetta bara aftur hérna. Ég skil ekki. Þetta er klárlega síðasta snerting. Séð þetta svona. En þeir eru að ræða þetta, þeir komast að réttir í niðurstöðu. Já. Ég held að stúkan hafi hjálpað til þarna, fullt af fólki sem að... Hann áttaði þessu nú fljóta og svo vel gert hjá hinn dómarunum að hérna. Já. Verður til aðstæðar. Jóhann náttúrulega einn af okkar reyndustu dómurum. Já. Já, í fleiri en einn íþróttagrein. Ég veit nú ekki hvort hann er ennþá í fótboltanum en hann var það lengi vel. Þórður stígur tilbaka, þarna erum við að tala saman. Hjörtur í þristinn, það er bara allt niður hjá þeim, það er sama hver tekur skotið. En þarna aftur er að keyra körfuna, fókullafallin í kikk út eða þá fór leifundir. Já, þau gerir þetta bara mjög vel ármenningar og virðast alltaf ná að komast fram hjá fyrsta manninum. Þórður inn á Jalen með snúninginn og vil ver skotið. Jalen fara annars séns út á Ellert í þristinn. Já, vel gert hjá Ellert þarna. Mikilvægt að fá þetta niður. Gríðarlega mikilvægt. Ég ætlaði að mynda að fara að segja að munurinn hefur verið svolítið á þessum liðum að ármenningarnir er að setja akkurat þessi skot. En það hefur verið en þetta þess vegna ekki síst var gríðarlega mikilvægt að þetta datt. Já. Og villa á Ellert hérna. Þetta er bónus. Þriðja villan á hann. Og nei, það er ekki bónus. Það glemst að taka keiluna niður á hann. Á rittarabólinu 60 munur. Selfyssingar 10 stigum yfir en þá fyrir austan Sindramenn í 66 stigum. Ég man ekki eftir að sé það skora svona lítið að stigum. Já, það er hérna fjall eitt vafaðatriði með okkur Skagamönnum. Snjólfur er ekki sammála þessu, ég held að hann hafi líka eitthvað til síðan mál svona. Lúsien. Það er opið skot. Þetta er ekki Jalen sterkt frákast hérna og ekki dæmt þarna. Og villa á eða fór boltinn út af. Skaginn á boltan. Já, Jalen vildi nú meina. Þetta gerist ótrúlega oft þegar svona bandaríski leikmann í öðru hvoru liðinu komið 4 villur. Þá fær hann oft bara að gera helvíti margt á síðustu villinni. Þórður. Það er ekki opnuninni hérna, Þórður keyrir inn, setur hann af spjaldir og niður. Já, vel gert hjá Þórði hérna. Já, ég veit ekki hvort að Nebo hefur eitthvað átt orð við hann hérna í síðasta leikli. Fyrir drengur. Það er allavega... 4 stiga munur, þetta er bara hörkuleikur núna aftur. Það er Breysi að gera sér kláran að koma inn á. Halldór. Aftur er Illu að komast inn í miðuna. Illu og Snjólfur er ótrúlega að ná að komast svona inn í miðuna frá fyrsta manni. Jésús. Gabriel Andisteg komin inn á aftur fyrir Ía. Hann þarf að passa sig á villunum. Ellert keyrir inn. Finnur Þórður fyrir utan, Þórður í langan þrist. Hann er heitur, Lúsien með frábært frákast. Kemur honum á Jalen, á Gabriel sem skilar þessu niður. 2 stiga munur. 5 mínútur eftir. Flottur kafli á Skagamönnum núna. Will á Snjólf. Aftur kemst Snjólfur inn í miðuna. Og þarna hefði maður einhver tímann séð dæmdan rauðning. Algjörlega. Og bekkurinn hjá Ármanni. Staðan fyrir að dæma rauðning, það er 3 stig. Þetta er samt saga svolítið leiksins ég er að tala um. Snjólfur og Illu komast alltaf inn í miðuna fram í fyrsta manni. Þá er þetta svo erfitt. Þurr inn á Jalen. Finnur Þórður aftur. Snjólfur með góða gætur á honum. Jalen í þristinn. Þurft að taka þetta og þessi væntanlega út af Skagamönnum. Það er bara svo leiðis. Þetta á bara að vera rauðningur. Þetta er augljóslega rauðningur. Mörg atriði núna að falla móti Skagamönnum í rauninni. Já, svo sem mér finnst samt
við fengum hann einn áðan líka sem við fannst vera, en þetta svo sem en jú, það alltaf, þetta hluta þessu víst. Tökum það fram að við erum ekki að kenna því að staðan sé eins og hún en hún hjálpar ekki til. Jalen með frábæra vörn. Frábær vörn til Jalen. Jalen með snjólf á sig, vil næra koma sér tilbaka. Jalen lekur af hringnum, hreyfingin góð. Og vil að rempast við þetta ekki þægindasónið hans vil hana? Nei. En 5 stiga munur, tæpar 4 mínútur eftir. Snjólfur á Breysi inn að körfunni á Will, hittir ekki. Jalen með frákastið. Einhvern tíman hefði maður... Ég skil ekki hvað þetta er að segja. Þeir dæmi ekki 5. villuna nema hún þarf að vera rosalega hörð hjá Will hérna. En Will bara með 3. Hann nefnilega fór ekkert í 4. villuna. Frábær vörn hjá Þórði og boltinn í fæturnar á honum. Hann lentur boltinn út af áður. Frábær vörn hjá Þórði og boltinn virðist nú fara í Snjólf þarna þegar hann stendur utanvallar áður en hann fer í gólfið. En neitt. Erfitt að sjá þetta þarna með hefði hann geta dæmt fullu líka svo sem. Frank kemur inn á fyrir Ellert. – 73-68, 3,5 mínútur eftir. Nógu tími. Hjörtur fær opið skot hérna úr innkastkerfinu. Hjörtur að klára sín skot ofsalega vel. 7 stiga munur, gengur illa að saksa þetta niður. Núna þyrftu að fá kannski 5-6 stig í röð. Lucien kikkar út á Gabriel sem fer í þristinn. Beint onni. Já. Mikilvæg karfa hjá Gabriel. Var þetta ekki þristur? Jú. Jara stöðmunur. Á Breysi, Frank eftir hann. Fer í skotið, beint onni. Það er erfitt að stoppa þetta. 77-71. Lucien. Á Þórð. Út í hotni á Frank. Og Jalen. Það þarf að halda flæðinu í sókninni. Gabriel fer í árásina inn að körfunni, skilar þessu niður. Illi ræður ekkert við hann. Alls ekki. Við verðum bara að stoppa núna. Nú fer þetta að styttast og verðum að fá stopp í þetta. Breysi. Og Will kemst inn að körfunni. Frábælega gert hjá Lucien eða hvað? Nei. Villa dæmt á Lucien. Sjáu þetta býður Will upp á tegnum þess að drulla sér inn í tegin og vera mættu bara fyrir þetta. Þetta svo ógíslega dýrt staðan fyrir að fá villu og lendi í vandræðum að undir. Þetta ógíslega vont á síðustu mínútunum í svona leik að menn sé ekki á tánum í þessu. Já, en engin lítið þannig að það séns en þá að fá stopp en þessi innkastkerfið er að skila þeim galopnum færum. Trekk í trekk. – 79-73. Þórður í flotskot aðeins og stutt. Will með frákastið. Nú finnst mér eins og þetta sé að sigla frá skagamannum. Já, Snjólfur. Já, Breysi, eitt fristu frá honum. Núna myndi alveg drepa þetta. Will hérna undir, Snjólfur kemst inn að körfunni framjá Þórði, setur hann að spjaldinu og niður. Og þegar við vorum að óska eftir áhlaupi frá skaganum að þá eru ármenningar að auka munin og þetta að sigla frá okkur. Og allar okkar fabuleringar fyrirleik eru kannski að verða bara óþarfar. Fljótar út gluggan. Ekki það að það er ennþá 4 leikir eftir og við þurfum 4 sigra á síðustu 5 leikjónum. En þetta verður alltaf fjarlægara og fjarlægara. Já, mér finnst bara, varnarlega finnst mér við hafa bara verið mjög slakir í kvöld. Alveg mér finnst bara við vera fá, þeir hafa yfirleitt geta... Sérstaklega í síðari hálfleikum. Sérstaklega seinni hálfleikum, mér finnst þeir geta farið eiginlega framhjá fyrsta manni eiginlega alltaf. Og þá bara opna þeir allt og þá erum við í vandræðum, þá erum við bara elda. Þannig að
það er sem að mér finnst þér að leikurinn hérna í kvöld bara svona við höfum alveg átt betur leiki sóknarlega og fylgdamönnum minni en við hefðum alveg getað gert miklu betur varnarlega miklu betur. Það sem að mér hefur bara, ég hef saknað í rauninni í kvöld með við einmitt hvernig staðan í deildinni og allt þetta sem við vorum að tala þetta er ekki búið. Alls ekki. Ég hefði viljað sjá meiri einhvern veginn bara meiri kraft, meiri stemmingu, meiri samheldni eins og þú orðaðir það áðan að hún er meiri Ármenninga. Hún er bara miklu meiri Ármenninga. Gleymum því ekki, Ármenningar eru í sömu stöðu og við. Þeir eru líka að eiga þetta 5. sæti. Algjörlega. Það er í bullandi sensurinni. Já. Sama séns og við í rauninni. Já, í rauninni, já. Þeir eru jafnir okkur stig, þeir eru ekki fyrir ofan okkur. Þeir skilja okkur eftir núna í 16 stigunum og fara þá upp í 18 ef að þetta endar svona. Sendingin inn á Jalen og villa dæmd á Will. Sjáum þetta. Þetta finnst mér líka skrítin villa, ég já, sjálf sver. Ódýr. Jalen í rauninni var bara í mjög litlu jafnvægi þarna þegar hann lenti. Mjög litlu. Nánast engu sem endaði með því að hann fór í gólfið. En Jalen í þristinn hittir ekki, þarna hefði einhver annar þurft að taka skotið held ég. Gabriel vinnur boltann og skilar í niður. Gabriel. Þetta er ekki nema 6 stig. Og Skagamenn vinna boltan aftur. Gabriel setur hann niður. Gabriel. Og það er leikli Ármann, þetta er komið niður í. Við erum að halda áfram að tala þetta niður. Það verður stjálpa. Já, en ég kannski ætla að nota tækifæri núna og rétt að bara minna á beina útsendingu hjá okkur á IA TV sem er á morgun klukkan 1. Eða hvort það er klukkan 12. Klukkan 12. IA Grindavík í Lengjubikar karla og það er gaman að segja frá því að þeir bræður Sverrir Mar Smárasson og Arnór Smárasson fyrirliði IA sem er frávegna meiðsla verða að sjá lýsinguna í þeim leik og á því ætti ekki nokkuð maður að missa held ég fá svona smá innsýn inn í svona fjölskyldudýnamíkina þar ókipis og á IA TV en það er það er sem sagt klukkan 12 á morgun endilega kíkja á það en við reyna að dreifa huganum aðeins að það er meiri spenna í þessu núna heldur en var fyrir svona cirka 15 leiksekundum síðan. Já, algjörlega. Nú er bara óbúslega mikilvæg mínúta að fara í gang ef Ármann nær að skora má eiginlega segja að þetta sé ansiströmbi en ef við skorum þetta bara 2 stiga munur og allt opið. Skaginn aðeins að gríðarlega mikilvæg sókn núna að fara í gang. Það verður að reyna á þá með pressu allan völlinn, Snjólfur fær hann og leggur á stað. En löfti varna, Gabriel kemur í hjálpinu og hann stígur aftur fyrir en villa dæmd á Gabriel Adesteg. Á Gabriel sem er mjög vont. Sjáum þetta aftur hérna. Ég finnst þetta eiginlega ekki vera villa en ég er mjög hlutdrægur. Já. Og það er bónus og Gabriel þarf að fara að velli. Gabriel sem hefur verið einmitt, skoraði síðustu 4 stig. Já. IA búin að eiga reynt frábæran leik. Alveg frábær í kvölda Gabriel. Með 34 stig. Það er eiginlega alveg bara 5 frákast, 3 stóðsendingar. Það er eiginlega borið liðið á herðum sér í kvöld. Já. Bæði finnst mér varnarlega og sóknarlega. Við erum með framlag upp á 43. Það er bara það er herra sem að sér. Já. Og akkurat í svona leik og sérstaklega svona í þeirra staðan í þessu að þá er sérstaklega dýrt að missa hann út af Snjólfur öryggi uppmála á vítalínunni 1:05 hérna eftir 6 stiga munur. Lucien Ellert heppinn hérna, Þórður í þristinn snöggur að sleppa honum hérna og þetta lítur Skaginn að eiga hvað? Nei, mér fannst Lucien slá hann hann út af því meður. Jú, þetta fer af hendina á Lucien. Þetta er vel rétt dæmt. Nú er spurning þeir ætla að reyna að stela brjóta ekki fram á Will. Will róar þetta niður. Þetta er tveggja alls ekki búið. Þetta er tveggja sókna leikur.
stopp núna, snöggur þristur. Snjólfur kemst fram hjá Lucien og vil fer í sveifluskotið, leggur af Jalen með frákastið, nú þarf að finna skotmann. Þórður fær hann, Þórður hótar, fer í galopi skot, setur hann niður! Glæsilegt hjá Þórði. Og það er 1 skotklukka eftir hér, 24:8, það er Leikli Ármann. 3 stiga munur, þetta var mikilvægt. Var þetta ekki 3 stig? Þetta var 3 stiga karfa hjá Þórði. Það var 6 stiga munur, ég held að það var 5 stiga munur. Sjáum þetta aftur, þetta er, við óskuðum eftir þessu. Gert. Og ekkert nema net. Neita að gefast upp, hver veit nema við fáum framlíkingu hérna. Þetta er nú fegurinn í þessari blessuðu íþrótt og þetta er eiginlega aldrei búið. Nei, Skallagrímur, Hrunamenn leikloki þar, 92-82, Skallagrímsmenn hafa eitthvað aðeins slakað á og það er að draga saman með Sindra og Selfossi, það er 4 stiga munur, 37 sekúndur eftir. Það er svo sem bara svipað á hér, galopið en þá. En ef að Selfossingar klára þetta þar þá er það gríðarlega sterkur sigur að sækja á Höfn. Algjörlega erfur útivöllur. Já. Og eftir tap á heima til síðasta leik gegn Skagamönnum. Já. Nú reyna ármenningar eflaust að taka eins langa sókn að geta. Skagamenn reyna að poteta stelunum til að byrja með. Spurning hvort að ef það gengur ekki þurfa þær ekki bara að brjóta sem fyrst. Sko ég myndi býða aðeins með að brjóta, ég myndi reyna að tvö víti svolítið fara svolítið langt með hann leik líka. Já. En Nebo er mun klárar en ég í þessu. Vill að dæmda Þórð. Það er Illugi sem að þá fer á vítalínuna. Já, þetta er alveg rétt held ég. En pressa á Illuga, hvað gerir hann? Já, nú vantar Rísastór víti sem hann er að taka núna. Vantar læti í stúkuna, almennileg læti í stúkuna. Já. Illugi búinn að eiga flottan leik á Ármanni hérna í kvöld. Virkilega 10 stig frá honum, 11 núna og þetta er orðið aftur 2 sókna leikur og síðara vítið onni líka og þá er Leikli sem að Nebojša Knesevits tekur. Selfyssingar nánast búnir að tryggja sigurinn fyrir austan, 7 stigum yfir núna, það er hálfmínútur eftir. Gríðarlega. Það lítur líka býsna erfitt út hjá okkar mönnum hérna, það er mikið að ganga upp til að ná þessu niður. 22 sekúndur geta nú verið hansi lengi að líða. Jú. En miðað við sko vítanýtinguna hjá Ármanni hingað til í leiknum, já þá er þetta nú svo sem ekki svo galið. Það er 11 af 17, 64% nýting sem er nú kannski. Það fyrir alltaf kannski eftir í, við erum ekki að fara að senda breysi á vítalínuna. Nei. Það geta endilega Illuga heldur. Nei. Og ekki Snjólf svo sem heldur. Ég veit ekki hver er búinn að vera að klikka á þessu vítum. Ég fer að, það er eiginlega alveg horfið mér. En Gabriel Adsteg sem hefur lokið leik hér, vel stigaðastur með 34 stig. Þórður Freyr komin upp í 11. Jalen Dupree með 10. Þetta er eiginlega búið að vera sagan í öllum þessum leikjum sem að Ía og Ármann hafa mæst. Að Jalen hefur átt mjög erfitt uppdráttar á móti Will. Það er bara að verða að segjast eins og er. Hann er búinn að eiga örugglega alla sína slökustu leiki þar sem hann eru ekki kannski lent í vittumvandræðum með eitthvað þannig. Á móti Will. Will er bara svona, þarna mætir hann leikmanni sem er stór og sterkur líka og hann á bara greinilega í basli með hann. Lucien finnur skotið á endanum, hittir ekki, það er frákast hjá Frank út á Þórður, flott skot af spjaldinu, hittir ekki. Jalen enda með boltan í fanginu og setur það ekki niður og þar með er þetta bara farið. Leiktíminn að renna út, Skagamenn eiga vissulega innkastið. 1,6 eftir á klukkunni og ármenningar
eru komnir með þennan leik, þennan sigur. Og nú... Ég ekki alveg viss hvers konar kraftaverk þyrfti að eiga sér stað hérna til að við næðum að stila þessum leik úr þessu. Þetta einn ungu drengur að fara í jakkan, búinn að gefast upp á okkur. Þannig að ég held að það sé farið. Já. Já, þetta að fara á versta veg hjá okkur í kvöld. Vissulega töpuðu Hrunamenn en Selfyssingar tryggðu sér sigur á móti Sindra fyrir austan. Skagamenn að tapa hér fyrir Ármanni og klukkan fór nú aldrei í gang þarna en þarna klukkuborðið að gleyma sér. Þetta heima klukkuborð. Já. Það ekki bara endurtaka innkastið. Þetta núlla þessa sókn út. Já. En Skagamenn svo sem að skora nokkurn veginn á pari miðað við það sem hafa skorað svona að jafnaði. Þeir eru með 81 stiga meðaltali 87 ásig á meðaltali á móti 0,4 eftir. Nú sjáum við einhvern sirkus hér eða hvað, nei. Niðurlútir Skagamenn sem ganga að velli hér. Já, þetta er alveg fellega fút. Mann finnst liðið í þessum leik eiga ógeðslega mikið inni og en maður getur svo tekið af Ármenningum að þeir náttúrulega eru bara, Villi bara með gott tak á Jalen, þannig að hann halda kannski svolítið vel aftur á okkar besta manni, en mér finnst svona einhvern veginn, mér finnst eins og við hefum átt að gera betur, mér finnst svona varnarlega líka við eiga töluvert inni. Þó þetta sé ekkert eitthvað ógurlegt stigaskor, en það bara finnst mér þeir alltaf ná að opna okkur og rauninni opna okkur allan leikinn, þannig að mér finnst þetta bara að verðskulda sigur hjá Ármenningum, bara að segja alveg svo mér finnst þetta bara að vera mjög flottir og Snjólfur og Illugi mjög sterkan leik, Vil kemst vel frá sínu og svo alltaf og þannig að ef við hefðum ekki haft þennan frábæra leik frá Gabriel þá hefðu við aldrei ekki verið inn í þessu leik. Ekki verið inn í þessu, sko. Þannig að ég finnst þetta mikil vonbrigði með hvernig liðið verið að spila í sístu leiku. Já, þeir eru margir þeir eru allavega sko 4 yfir 10 stigunum. Þeir eru 5 yfir 10 stigunum. Já. Sem náttúrulega mikið styrkleikamerki og lýsir kannski Ármanni betur en margt annað. Ármann bara akkurat þetta lið sem að svona vinnaði sína leikinn, bara fullt af hörku, seigum, strákum og þeir eru með enga erlendur leik með Austin Bracey náttúrulega Íslendingur en Vil, þetta eru bara svona bara segir strákar allir, ekta svona góðir fyrstuldarleikmenn. Þeir eru bara með fullt lið af þeim, þannig að þeir eru búin að vera að taka fullt af leikjum í vetur. Já, Ármenningar með þessum sigri, þá jafna þeir Hrunamenn að stigum. Selfyssingar vissulega eru komnir upp í 20 stig og eru þá bara 2 stigum eftir Fjölni í 5. sæti, þannig að baráttan þetta 5. sæti á eftir að verða sem að við vorum að telja að við gætum blanda okkur í, en það eru kannski svolítið fjarlægur draumur. En málið að Fjölnir, Selfoss, Hrunamenn eiga eftir og Ármann eiga eftir að bara háhelviti afsaki orðbræðið harða baráttu þetta 5. sæti. Því að Skallagrímsmenn eru nokkuð öruggir með sig í 4. sætinu og nálguðust þarna Sindra minguðust stigamunum upp í Sindra og þetta eru lið sem líklega að fara að mætast í úrslitakeppninni og í rauninni bara spurningi hvort liðið fær heimavöllin. Já. Þetta verður óbúslega spennandi úrslitakeppni. Við erum allavega búin að sjá að þetta verður, ég mynd svona langlíklegasta Álftanes siglið þessu heim. Þeir eru bara með besta liðið í fyrstdeildinni í vetur. Já. Og Hamar, Skallagrímur, það eru svona, við finnst Sindri einhvern veginn að vera brothættari, ég veit ekki alveg af hverju, en svona, en svona þau lið sem hefðu eitthvað að gera upp, svo bara með reglubreitingar og svona, þá sér maður raunni Sindri við ætti ekki raunni að vera með lið á næsta ári. Nei. En svo líklegast verður reglubreitingar eða það sem við verðum að tala um.
og þá ætti Sindri rauninni ekki rauninni að vera með lið það næsta ári með það, þetta með 2 eða 3 Íslendinga í liðinu og og meðan Hamar og Skallagrímur, það verður rosalega skemmtilega rimma þetta síðasta sæti held ég og það verður gaman að fylgjast með því, en ég held að við höfum allavega stimpla okkur út í kvöld held ég nema við tökum rest og allir hinn tapa Já, nákvæmlega, eins og hann lögð mikil vinna í þessa grafík og þessa útreikninga fyrir leika en það ferli var bara skemmtilegt eitt og sér og svona svalaði ákveðnu þörfum hjá sumum. Akkurat. En Fannar, ég þakka kærlega fyrir samveruna hérna í kvöld og gaman að hafa þið þó að leikurinn hefði ekki endað eins og við hefum viljað. En Örn Arnórsson heiti ég og þakka fyrir samfylgdina, eins ætla ég að þakka þeim Guðmundi Kort Einarsinni fyrir myndatökuna og Snorra Kristlesinni fyrir að stjórna þessari útsendingu og gera hana eins fallega og faglega eins og hún var. Minni á aftur við verðum í beinni útsendingu frá Akraneshöll á morgun klukkan 12 þegar að meistaraflokkur karla hjá IA tekur á móti Grindavík í Lengjubikar karla og við bara vonandi sjáum við ykkur eða þið sjáuð okkur vonandi flest þá en þangað til hafið það sem allra best. Takk fyrir okkur í kvöld. Takk fyrir okkur.